Jæja, komið þið sæl og við erum öll innilega velkomin hingað. Ég ætla að tala aðeins í dag Lúther og barnafræðsluna. Tvö rit ásamt margra annarra hafa verið kennd, á mörgum öðrum hafa verið kennd við Lúther og það eru stóri og litli katekismin. Og það þarf kannski að útskýra þetta eitthvað frekar. En áður en að við byrjum þá vil ég þið réttu upp hönd og segja mér hverju muni eftir því þegar pabbi og mamma eða eldri systkini voru að hlýða manni yfir. Þekkja þetta ekki allir? Ég held það. Og við munum það væntanlega að það var gott þegar að spurningar voru meitlaðar og svörin svolítið standard. Þetta heiti á þessum ritum Lúthers, katekismi. Það er kannski alltaf að útskýra hvað það þýðir. En eins og svo margt þá kemur þetta úr grísku. Katekizo er sögnin sem þýðir að kenna munnlega. Og það er dregið af annarri sögn sem heitir katecho, eða katecheo, sem að merkir að bergmála tilbaka. Þannig að þannig er þetta svolítið hugsað að það kom með spurningu og svo kemur svarið. Og yfirleitt er þetta í frekar meitluðu formi. Svona hafa fermingarkverin verið uppbyggð alveg gríðarlega lengi. Og ég held að einna frægasta hverið sem við höfum öll heyrt talað í þessa veru er náttúrulega Helga hver Hálfdánasonar. Það er þessi fræga setning 111. meðferðina, þeir muni eftir því það ekki. Þetta er standard að það sem var skrifað 111 var eins og ill meðferð en átti að vera ill en var 111. Og þið muni hver það var, er það ekki? Hver var 111. meðferðin? Já, það var að gleyma að gefa hundinum að éta, sagði það var sagt í Heimsljósi, var þetta ekki Heimsljósi? Af því þegar hún var búin að hugsa mikið Stundum var talað þessa kennsluaðferð ögniðrandi, eins og þetta væri stagl og stundum skilningslaus lærdómur, en á sínum tíma var hann alveg bráðnauðsynlegur. Og þessi tvö rit sem að Lúther skrifaði, stóri katekismin og sá minni, sem að einnig var þýtt sem fræðin minni og meira á íslensku, þetta voru grundvallarrit í almenningsfræðslu og útskýringu trúarinnar. Og þetta er alþekkt kennsluaðferð. En ég ætla kannski aðeins að fá að byrja að tala af hverju Lúther var nú að skrifa þessi rit. Og þá er ágætt að huga svolítið að stöðu mála í Þýskalandi eða Mið-Evrópu á tímasbreytingarinnar. Eins og Karl talaði í síðustu sessjón þá þetta voru gríðarlegir umbrotatímar og þetta breyttist nánast allt. Og Lúther með sinni siðbót, það má segja hann hafi svolítið umbylt öllu kerfinu. Það er komin inn ákveðin einstaklingshugsun. Það er að segja að eftir því sem maður hefur tök á, þá ber hver ábyrgð á sinni eigin sjálfuhjálp eftir því sem maður hefur vald á. Auðvitað er Guð sem maður ræður og við erum kannski ofurselgn á Guð sem svo maður taka til orða, að það er engin leið undan því. En það sem að gerist þarna er að þú getur ekkert lengur stólað á það að hafa keypt þér aflát eða hafa farið í helgigöngur eða þá einhver prestur syngi fyrir sérstaklega messu eða á dýrlingabein sem að Lúther talar eitthvað að hafi nú sennilega bara verið af geitum og hundum, einhver bein. Þetta kemur þér ekki til himnaríkis. Það þýðir ekkert að stóla þetta. Það sem að skiptir miklu máli, mestu máli í raun og veru, er samviska þín gagnvart Guði. Auðvitað er það hann sem að hefur dóminn þegar uppi staðið, en þú berð ábyrgð á þinni sáluhjálp að þessu leitinu. Og bein afleiðing þess að maðurinn getur ekki lagt allt traust sitt á ytri hluti, eins og þess sem er nefnt að framan, heldur verður hann að skilja stöðu sína í heiminum og hvaða stöðu hann hefur gagnvart Guði. Og til þess að skilja, þá þarf maður fyrst að vita örlítið það sem maður þarf að skilja. Við förum aðeins inn í tímalega samhengið núna. Við erum stödd árið 1529. Þegar þarna komið sögu þá eru 12 ár frá því að Lúther að sagt rölti með hamarinn að kirkjuhurðinni í Wittenberg og neldi greinarnar þar á. Það eru 9 ár liðin frá þinginu í Worms og þarna er alveg dagurljóst að
lúterska kirkjan og svo rómverska gátu ekki átt samleið í vegamiklu málum. Lúther hafði að vísu sett saman nokkur rit. Til að byrja með var þetta stutt skýring á boðorðunum 10 og trúnni og faðirvorinu. Hann skrifaði líka stutta bænabók árið 1520 og þarna í millitíðinni hafði hann beðið vini sína að semja einhvers slags katekisma eða trúfræðirit. Stóð nú eitthvað í þeim að framkvæma þetta þannig að hann ákvað að gera þetta sjálfur. Og það hefur stundum verið talað að þetta hafi verið 3 ástæður fyrir því hvers vegna hann gerði þetta. Fyrst hún frekar augljós að það var þarna prestur, Nicholas Hausmann, sem bara hreinlega grátbændi hann að gera þetta því þetta þurfti að gera. Í öðru lagi þá vildi Lúther leggja orð í belg í deilur sem voru á milli Melanchtons, sem við tölum eftir hálfan mánuð, það ekki, eða 3 vikur? Annarkvort? Já, hálfan mánuð. Og Agricola, en þeir tveir höfðu deilt það hvaða máli lögmálið skipti. Agricola sagði við þurfum ekkert lögmál, hér bara fagnaðarerindi og þeir félagar Lúther og Melanchthon fríkuð út á að heyra þetta vegna þess að það varð að vera regla á hlutunum. Ef þú ætlar bara að treysta á ekkert nema grasrótarstarfið, þá eins víst að þú fáir bara illgresi. Þannig að hann vildi leggja orð í þessar deilur vegna þess að honum fannst mikilvægt að það væri einhver regla í samfélaginu og það, sem sagt, regla í samfélaginu svolítið gegnum gangandi stef í gegnum allan katekisma hjá Lúther. Og síðan hafði það nú gerst að Lúther hafði farið Saxland og aðeins athugað svona hvernig staðan væri á bæði klerkdómnum og almenningi, hvað kynnu nú í trúmálunum og honum dauðbrá. Og mér langar til að fá að lesa fyrir ykkur aðeins úr formála Lúthersa fræðunum minni. Hann eitthvað svo merkilegur að ég ætla að fara með hann nánast allan, ég bið ykkur að fyrirgefa mér þetta. En þetta mjög merkilegur texti og kannski eftir því sem að ég lesa þá kem ég með athugasemdir við. Lúther segir sem sagt: Marteinn Lúther óskar öllum trúum og guðræknum sóknarprestum og prédikurum náðar, miskunnar og friðar etc. Hin hörmulega og sára neyð sem ég nýlega komst að raunum. Þegar ég einnig var á eftirlitsferðum hefur knúið mig til að færa þessi fræði eða kristilegu kenningu í slíkan fáorðan, óbrotin og einfaldan búning. Guð minn góður, hvílíkri eymd hef ég kynnst að almúgamenn einkum til sveita vita alls ekkert í kristilegri kenningu og að margir sóknarprestar því miður nær óhæfir og ónýtir til þess að kenna. Þeir eiga þó að heita kristnir, vera skýrðir og neita heilagar kvöldmáltíðar. Þeir kunna hvorki faðir vor, né trúarjátninguna, né boðorðin 10, en lifa svo sem þarflegur kvikfinnaður eða skinnlaus svín og hafa samt nú þegar að fagnaðarerindið komið í ljós, snildar við lært að misnota allt frelsi. Þetta fallar einhvernir sem kollega mínir fá. Jæja, við höldum á. Ó biskupar, hverju ætli þér að svara Kristi síðar? Þar þér hafið svo skammarlega látið líðin reika og eigi nokkru sinni stund að embætti yðar eitt augabragð. Betur væri að allskyns óhamingja umflýi yður. Þér skipið fyrir naut kvöldmáltíðar en í annarri myndinni einni og haldið svo frá mannasetningum yðar, en spyrjið jafnframt ekkert hvort menn kunni faðir vor, trúarjátningu, boðorðin 10 nokkur guðsorð. Og svo framvegis. Þess vegna bið ég yður alla kæru herrar mínir og bræður sem eru sóknarprestar eða prédikarar fyrir sakir Guðs að þér viljið af hjarta annast embætti yðar, miskunna yður yfir fólki yðar sem yður hefur verið trúað fyrir og hjálpið oss til þess að koma fræðunum inn í fólkið, einkum þó æskulíðin og að þeir sem eigi mega betur að gera vilji taka þessi spjöld, þessi spjöld voru svona bara bréfir þetta voru eins og bæklingar sem var dreift á heimili og skýringar sér í hönd og lesa þetta upp fyrir fólkin orð fyrir orð og þá þannig. Og hérna höfum við kennslu og uppeldisfræði Lúthers, hvernig hann vill láta þetta vera presenterað. Í fyrsta lagi,
Prédikarinn á umfram allt að gæta sín og forðast margvíslega eða ólíka texta og skýringar boðorðanna 10, Faðir vor, trúarjátningarinnar, sakramentana og svo framvegis, en taka handa sér eina skýringu, halda sér svo við hana og fylgja henni ár eftir ár. Því að ungu fólki og fáfróðu verður að kenna einn ákveðinn texta og skýringar, annars viðbúið að það ruglist. Þegar einn daginn kennt á þennan hátt og að ári liðna á annan veg, öldungis eins og maður vildi umbæta fyrra verkið, og svo verður öll fyrirhöfnin og starfið að engu liði. Þetta hafið þið, hinir kæru feður, einnig vel skilið, og hafið þið notað allir á sama hátt, Faðir vor, trúarjátning og boðorðin 10. Þegar áttir við unga menn og fáfróða verðum við þess vegna að kenna þeim slíkar greinar þannig að við hvorki færum nokkra samstöfu til né höldum fram eða flytjum þeim greinum í breyttri mynd frá ári til árs. Þannig heyrið hvernig hann vil gera þetta. Verið ekkert að hringla með þetta. Ef við erum að tala Faðir vorið eða boðorðin 10, alltaf að útskýra þetta eins til að byrja með. Ég lenti mitt í því einhvern tíma þegar ég var að predika fyrir vestan, þá var mér það á að segja að Jesús hafði fæðst út í fjósi. Af því fyrir mér voru þetta bara ein gripahús, sko. Og þá kom einn maður til mér og sagði, hvernig var það? Fæddist hann ekki í fjárhúsi? Þannig að það borgar sig ekki að hnika á miklu. Hvað það? Þannig að þetta greinilega í gildi, að það erfitt að hnika svona. Og stundum hreinlega til að geta lært, að þá þarf maður að heyra það sem maður þekkir raun og veru, sko. Veldu þér því eina skýringu sem þú vilt og haltu þér svo ævinlega við hana. Ef þú aftur á móti predikar yfir lærðum og gáfuðum mönnum, þá máttu sýna kunnáttu þín og gera þessa greina svo margbreytta sem þú vilt. Svona heldur hann áfram. Þetta sitt í fyrsta lagi. Kenndu alltaf á sama hátt, meðan fólkið að ná þessum sannindum. Svo segir hann í öðru lagi. Þegar þeir kunna vel textan, þá kendum þeim því næst einnig að skilja hann, svo að þeir viti hvað sagt og taktu á ný fram fyrir þig skýringar þessara spjalda eða einhverjar aðrar stuttar skýringar sem þið þóknast. Haltu þið svo við þær og breyttu ekki nokkra samstöfu, svo sem sagt hefur verið textan, og taktu þið tíma til þess. Því að engin nauðsyn ber til að þú takir í einu fyrir öll atriði, heldur eitt eftir annað. Svona heldur hann áfram. Í þriðja lagi, þegar þú hefur kennt þeim slík stutt fræði, þá skaltu einnig taka þér í hönd fræðin meiri og veittu þeim frekari og víðtækari skilning. Þá skaltu leggja áherslu á hvert einstakt boðorð, bæn og atriði, ásamt hinum margvíslegu verkum þeirra nytsemi, gagni, hættu og tjóni á þann hátt sem þú finnur allt þetta ríkulega í mörgum bókum sem það hefur verið ritað. Það sem byrjum á því að kenna þetta einfalt. Síðan þegar að fólk hefur skilið það, þá getur þau farið að útfæra betur hverjana grein. Og þetta sér maður þegar maður ber saman fræðin meiri og fræðin minni. Að fræðin minni eru sett fram sem spurningar og svör, fræðin meiri eru ekki þannig. Þá til dæmis, ég held að eðinum 15-20 blaðsíðum bara í boðorðin 10 fyrstu. Og þá útskýrir hann og tekur mjög marga vinkla á boðorðin. Sem að liggja ekki alltaf við augum uppi. Svo segir hann ég hafði svolítið gaman að þessu, jú. Sérstaklega skaltu leggja áherslu á það boðorð og þau atriði sem mest brotið gegn í söfnuði þínum. Þetta interessant. Til dæmis verður þú einkanlega að leggja áherslu á 7. boðorðið þjófnaðinn hjá handiðnaðarmönnum, verslunum, jafnvel líka hjá bændum og vinnuhjúum. Hann ósvöldlega praktískur. Hvað það? Því hjá slíku fólki mikið alls konar ótrúmennsku og hnupl. Sömuleiðis verður þó að brýna 4. boðorðið fyrir börnum og almúgamönnum, svo að þetta fólk sé kyrrlátt, trúlynt og friðsamt og dragi stöðugt fram mörg dæmi úr ritningunni síni. Ég var aðeins að kíkja, ástæða fyrir því að ég að tala fræðin meiri nú í dag að það nú verið að gefa út rit Lúthers og ég að fara yfir þýðing á fræðunum meiri og þar tók maður svolítið eftir í þess að hann að tala einmitt þú skalt ekki stela, að Lúther tekur þetta svolítið vítt. Hann segir
þetta gildi líka þá sem hann kallar hægindastólaþjófana. Það þeir sem voru að taka okurvexti. Þannig að það ekki bara það, og það svolítið gaman af Lúther að hann segir smáþjófarnir, þeir nást alltaf. Stórþjófarnir ekkert endilega alltaf. Það minnir mig á sögu að austan þar sem maður var dæmdur fyrir að stela samloku í kaupfélaginu. Og hann var spurður, hefur eitthvað að segja um þetta? Og hann segir, já, hér ég dæmdur fyrir að stela samlokur kaupfélaginu, en þeir sem stálu kaupfélaginu, þeir ganga lausir. Svolítið í svipaðri. Ég held að kaupfélaginu hafi ekki verið stólið, en það sama. Já, en hvað það? Textin lengri, og hann raun og veru endar hennar formála á að segja, þetta mjög brýnt vegna þess að við verðum að sýna fólkinu að við erum ekki eins og páfinn og páfadæmið, við verðum svolítið að afmarka okkur. Þetta var alveg grundvallaratriði fyrir Lúther að gera það. Og kannski bara rétt að lesa niðurlagið. Það kostar því nú miklu meiri fyrirhöfn, það að segja predikafagnaðarerindið samkvæmt siðbútinni. Það kostar miklu meiri fyrirhöfn og starf, hættur og freistingar og til viðbótar lítil laun og þakkir í heiminum. En Kristur vill sjálfur vera laun vor þegar við vinnum með trúmennsku, til þess hjálpi oss Faðirinn allra náðar, honum sé lof og svo framvegis. Þetta segir hann í formála fræðina minni, og það alveg auðheyrt á þessu að þörfin var brýn. Ég nefndi það að hann var að greina sig frá pápistónum, og það ágætt. Og það var ekki kannski meira fyrir honum, hann vissi að páfadæmið var á rangri leið, og hann í raun og veru að útbúa nýjan kompás fyrir trúarlífið hjá fólkinu. Við hefum líka átt okkur á því að á þessum tíma Lúther ekkert sá eini að skrifa katekisma. Það voru, held ég á þessum tíma, milli 1525 og 30, 30 stykki sem voru gefin út frá mismunandi. Þannig að það í raun og veru ákveðin samkeppni trúfræðslumarkaðinn, getur maður sagt. En það sem hann gerir það að hann býr þetta til leiðarvísi algjör grunnatriði sem að hverjir varð að kunna, grunnatriði fyrir biblíuskilning og játningar og sakramentin. Nú þegar hann semur þennan stóra katekisma, þá það rétt fyrir Marburgfund sem hann átti við reformert, það þess svinglíistana, sem að kendu öðruvísi kvöldmáltíðina en þeir lúthersku. Og það brautur raun og veru á þessum kvöldmáltíðina hjá þeirra á milli. En sum sé að þessi katekisma báðir, stóri og minni, þeir voru, eða minni skulum við segja, eins og þeir heyrðuð áttu að vera til þess að kenna fákunnandi og börnum. Þetta var í raun og veru ekki fermingakver. Og í raun og veru gerist það að, hann hugsaði í raun og veru ekkert mjög mikið fermingun á Lúther. Og við sjáum það líka hérna á Íslandi að fermingin dettur svolítið niður, og það ekki fyrir en að Guðbrandur tekur það upp á sínum tíma að hún kemst aftur í gang. Þannig að þetta fyrst og fremst almenningsfræðsla. Og það kannski eins gott að segja ykkur þá hvað fólst í þessu, hvernig hann byggði þessi fræði minni upp, og reynda fræði meiri líka. En hann byrjar á boðorðunum 10 og útskýrir þau. Því næst fer hann yfir postulegu trúarjátninguna og útskýrir. Þriðja það faðirvorið, skipt niður í þessar 7 bænir, og hann útskýrir hverja bæn fyrir sig líka. Hann útskýrir skírnina. Hann líka með leiðbeiningar skriftir, sem nú kannski ekki mjög heitt topik hjá okkur núna, en var það þá hjá honum. Hann útskýrir heilaga kvöldmáltíð, og síðan svona fáin praktísk atriði eins og morgun- og kvöldbænir, borðbænir sem allir geta lært, og húsbjaldið sem svona safnritningastaða sem eru góðir fyrir skildur ýmsu samfélagsstétta. Og þarna sjáum við líka svona upphafa þessari heimilisguðrækni sem til dæmis einkenndi mjög hjá okkur guðræknilífið á heimilunum, þar sem eins og hann segir, þar sem að heimilisfæðurinn biskup á sínu heimili, og húsfrúin, ég veit ekki hvað, biskupess eða biskupinna, ég veit ekki alveg hvort hann átti við með, ég sá þetta í fræðunum meiri, hvort hann átti við að þetta væri
hvort hann væri sko kona biskupsins eða bara kvenbiskup, það kom nú ekki í ljós, en þetta er húsfrúin í þessum sess, með þetta hlutverk. Nú þið kannist væntanlega við það að lögmál og fagnaðarerindi hefur verið einkennandi fyrir framsetningu guðfræði Lúthers og það er þess vegna ekkert út í bláinn að hann byrjar á lögmálinu sem er boðorðin 10, sem að hugmyndin er svo að í boðorðunum 10 er fjallað væntingar Guðs til þín. Þínast tekur hann fyrir trúarjátningunni eins og ég sagði. Þar sér Lúther einmitt fyrirheit drottins eða það sem að heilagur andi gefur skilningin. Og því næst kemur fæðuvorið og þarna gerir hann lögmálið og fagnaðarerindið á svona persónulegu samtali við Guð. Mér fannst þetta að sjá hvernig hann byggir það upp. Og svo í sakramentunum þá komumst við í snertingu við náð Guðs og fáum ákveðin takk til að styðjast við í trúnni og trúarleitinni. Munurinn helsti, eins og þið heyrðu kannski formálunum á fræðunum meiri og minni, er það fræðin minni eru stuttar spurningar, skýrum svörum, ætluð fyrir þá sem að byrja, fóta sig á í þekkingunni, en sá stóri handa betur menntuðu fólki og klerkdómnum. Í raun og veru kannski kennsluleiðbeiningar handa prestónum til að styðja við almenningsfræðsluna hjá sér. Svo aðeins að öðru að Lúther, og það er kannski mjög merkilegt í sambandi við siðbótina, það er hvað Lúther leggur mikla áherslu á uppeldismál. Og það gerir hann vegna þess að hann veit alveg að siðbótin stendur svolítið og fellur með því að fólki geti skilið og tileinka sér kenninguna sem hann setur fram. Ég nefndi áðan samkeppnina á katekismamarkanum, hann þurfti að berjast við þetta. Og þegar ég var að velta þessu fyrir mig þá gat ég ekki annað en hugsað mann Welbeck. Hafið þið lesið einhverjar bækur eftir hann? Þetta er Frakki, skrifar skáldsögu. Ein þeirra heitir Undirgefni og hún fjallar svo ég bara gefa ykkur rétt örstuð hvað hún fjallar. Þetta er svona framtíðarmynd í Frakklandi. Það er að koma forsetakosningar franskar og þið vitið hvernig þeir sjóðu alltaf niður í þar eru 2 keppinautar og nú er staðan svo að annars vegar höfum við hógværan múslima og hins vegar Le Pen fascista. Og nú voru vönd að ráða hvort ná að kjósa og allt vinstra fólki getur ekki hugsað sér að kjósa fascistan, þannig að hófsami múslimi verður forseti. Og ástæðan fyrir ég var að hugsa þetta var svo að þegar verið að skipta ráðuneytum á milli, það þurfti náttúrulega að gera það einhvers slags samsteypa, þá var honum alveg sama utanríkisráðuneytið og fjármálaráðuneytið. Hvaða ráðuneyti vildi hann fá? Menntamála. Vegna þess að þarna gerast breytingarnar. Og þetta skilur, ég er ekki að segja Lúther og Welbeck séu sama liði, en þetta skilur Lúther að menntunin skipti bara öllu máli. Að í því að koma sínum málefnum á framfæri. En svo líka annað mjög fallegt í Lúther og uppeldisfræðin hans, það er hvernig hann lítur á barnið. Ég verð að fá að stela smá predikunar stubb úr predikun eftir Sigurjón Árna, þar sem hann var að tala Katrínu frá Bóra. Því mér finnst það bara náðu svo eiginlega það vel að ég get ekki gert mikið betur. En Sigurjón Árni segir: Lúther var mjög vökult gagnvart börnum sínum og það má telja aðdáunarvert hve næmur hann var á veruleika þeirra. Í athugunum sínum, og þetta er mikilvægt, fylgdi hann ekki hugmyndum fornmenntastefnunnar uppeldismál. Fylgismenn hennar litu á barndóm og æsku sem vanþróað stig mennskunnar. Þessi mennska næði ekki fullum þroska nema hjá fullvaxinni manneskju. Þessu hafnar Lúther. Hann sagði að barnið hefði fulla mennsku og eiginvirðingu. Lúther horfði á börnin með augum trúarinnar og hann skynjaði að þau eru manninum gefin Kristi til að vera leiðbeinendur fullorðna hvaða felst í því að vera Guðs elskað barn. Hinir fullorðnu eiga að læra af hegðun þeirra, þau deila ekki heldur treysta orði Guðs í hreinni trú sem gamlir þverhausar eiga svo erfitt með að tileinka sér.
Ást og umhyggju foreldra sinna taka börnin sem sjálfsögðum hlut. Allt fellur þetta þeim í skaut fyrir það eitt að fæðast í heiminn. Þau borða, drekka, sofa og gera í bleiu í fangi móður sinnar. Allt í fullkomnu trausti. Þannig eru þau fullorðnum eilíf fyrirmynd hvernig maðurinn á að taka við náð Guðs í kærleika. Og Lúther snýr þessu dæmi einnig við og horfir á manninn í hlutverki barnanna. Hann lætur Guð spyrja manninn eins og foreldri: hvað hefur þú gert sem að veldur því að ég elska þig svo mikið að ég geri þig að erfingja mínum? Og hérna kemur texti sem að verður kannski til þegar þeir Sigurjón Árni og Lúther leggja saman. Þið fyrirgefið: þú sem skýtur mýgur og fyllir húsið með gráti og öskrum. Og við þessari spurningu bara til eitt svar sem kærleikurinn sem Guð ber til mannsins eins og foreldri til barns síns. Þetta ágætlega orða hjá honum, sko. Og það kannski annað sem skiptir svo líka töluverðu máli í fræðunum hjá Lúther og guðfræðin allir, það er þessi kölluna guðfræði. Hann talar það að lífið sé allt bæn og hver eigi að sinna sínu verki eftir því sem að köllun hans eða hennar segir. Hann segir einhvers staðar að köllun barnsins að leika sér. Og hann talar líka það að Lúther talar svo stótt í fræðunum, þá hann að bera saman barnið og svo munklifnaðinn sem hann gersamlega fyrirlit. Af hverju? Vegna þess að munklifnaðurinn var í raun og veru verkaréttlæting. Þeir nálguðust ekki Guð í auðmýtt heldur, hvað maður að segja, voru að leggja inn í verðleikabankann í raun og veru. Hugsaðu þetta bara þannig. Embætti barnsins 1000 sinnum mikilvægara heldur en munklifnaðurinn. Svo var það svo sem eins og við vitum alkunna á þessum tíma að börn voru barinn til bókar og þið þekkið þetta, sparaði ekki vöndin á drenginn svo hann læri eitthvað. Þetta meira sér held ég úr orðskviðunum, eins og við minnið það. En Lúther segir, ok, jú, þetta alveg rétt, en geymdu epli við hliðina á vendinum til að verðlauna barnið þegar það gerir vel. Þannig að það kemur svona eitthvað smá mannviðnýtti hjá honum, sko. En það sem er svo gegnumgangandi í öllum þessum fræðum Lúthers, það þetta samfélags að markmiðið er skikkanlegt samfélag, skikkanlegt að það hinn stöðuga bæn í hverju verki sem hver maður tekur sig fyrir hendur. Ekki heimsflótti að hætti klaustrana sem draga sig frá, heldur þetta að taka þátt í samfélaginu. Og þetta undirstrikar hann í prédikun sem hann hélt árið 1530, sem að ber þessa yfirskrift mikilvægi þess að halda börnunum í skóla. Og þarna í þessari prédikun hann að enduróma það sem hann segir í umfjöllun sinni fjórða boðorðið í meiri fræðunum. En þar segir hann einmitt: ef við viljum fá duglegt og vel hæft fólk bæði á hinu veraldlega og andlega sviði, þá verðum við að vanda okkur og spara hvorki ómagni erfiði til þess að kenna börnunum og ala þau þannig upp að þau megi bæði þjóna Guði og heiminum. Við megum ekki einungis velta því fyrir okkur hvernig við getum aflað okkur fjármuna og gæða, því að Guð getur vel nærti og gertu ríkan okkar eins og hann gerir einnig daglega. Hins vegar hefur hann gefið okkur börnin og boðið okkur að við ölum þau upp og ráðum yfir þeim samkvæmt sínum vilja, ella þyrfti hvorki faðir né móðir að koma til. Þess vegna skal hver sem vita að honum ber skylda til og náð Guð sér í húfi að ala börn sín fyrir alla muni þannig upp að þau óttist og þekki Guð. Og hvað þessi til að þeim? Að hann láti þau læra og leggi hart að sér til þess að þau geti orð til gagns þar sem þörf á. Í þessari prédikun þá talar hann mjög mikið mikilvægi þess að halda skóla. Svolítið hann upptekinn af stöðunni sem hann var í. Hann vantaði presta og var að hvetja menn til þess að læra það. Vegna þess að þeir væru nauðsynlegir fyrir farsælt samfélag og allavega þrísetningin tekið undir það. Það var vel lítið þannig. En fyrst og fremst þá hann að vara við því að börn séu tekin úr skóla og þau séu látin vinna til þess að afla heimilinu fjár.
af því það skammsýni. Hann veit nefnilega að sú stund kemur og kannski miklu fyrr en maður reiknar með að börnin manns og kannski barnabörnin þau taka við þessu samfélagi. Það er að þau vera nýtir þjóðfélagsþegnar og bæði taki að sér og taki þátt í að reka þetta samfélag og þá ekki eins gott að þau viti hvað þeir eru að gera. Þannig þau gangi ekki grublandi að því. Og hann segir þið foreldrar, þið getið ekki gefið börnum eitthvað betri gjöf heldur en menntunina. Hús og heimili, þetta getur fuðrað upp í eldi, en menntunina getur alltaf tekið með þér. Og svo segir hann líka hreinlega að það sé beinlínis skylda yfirvalda og jafnvel kirkjunnar líka að sjá til þess að efnileg börn fái menntun og verði kostuð til náms. Og það liggur við að maður geti lesið út bæði þessari predikun og líka fræðunum að hið opinbera, hvort sem það er kirkjan eða samfélagið, eigi að borga þetta. Að það eigi ekki að vera fjárhagsleg mismunun í því. Hann segir til dæmis, kæru ráðamenn, ég held því fram að hið opinbera því sé skylda til að hvetja fólk til að setja börnin sín í skóla. Ef að hið opinbera getur sett þessa borgara undir vopn í her, að hversu miklu frekar ættu þau þá að sjá til þess að fengi menntun. Ég nefndi áðan hvað samfélagslega regla var mikilvæg fyrir Lúther og menntunin algjörlega er klárlega þáttur í því að viðhalda þessari reglu. Karl talaði einmitt það síðast þegar við vorum að hvað hann óttaðist meir en pestina, óreiðuna sem fylgdi því upplöf samfélagsins. Og til þess að þetta samfélag geti tikkað, að þá var nauðsynlegt að hafa góða skóla. Ég var að kíkja á Jón Helgason, biskup, kirkjusöguna hans, og hann var einmitt að tala þetta, menntunina hjá Lúther, og hann segir að Lúther hafi skrifað bréf til bæjarstjórnarmanna í öllum bæjum Þýskalands að setja á stofn og reka kristilega skóla. Svo segir Jón, sú lögegjan hans var til þess að nýtt líf og fjör færðist í skólamál Þjóðverja og búa þeir enn að fram á þennan dag. Nú ætla ég ekki að þykjast vita hvernig skólamálum háttað í Þýskalandi, en ég held að þetta sé rétt. Og ég held að þetta sé kannski það vanmetnasta við alla siðbótina. Það var það hvað Lúther og siðbótinu raun og veru umbreytti skólahaldi, komið í gott horf. En þetta er líka, held ég, að sumu leyti, án þess að við vitum endilega, eða við vitum af því, skulum við segja, einn stærstu áhrifin sem hann hafði. Það var í alþýðumenntuninni, eða menntun almenni, Þessi katekismar Lúthers, stóri og munni, eða fræði minn og meiri, held ég nefnilega að séu einhver áhrifamestu kennslutæki sem getur. Það er kannski auðvelt nú orðið að gera lítið úr þessu, en á þessum tíma þá var þetta heitamálbylting. Fræðin þar fyrir utan voru gerðar játningarritum í okkar kirkju árið 1580 leið og Samveldisbókin kom út. Og eins og ég nefndi áðan, þá var þessu ekki ætlað að verða fermingarkver, heldur til uppfræðslu allra. Hins vegar var það á endanum þannig að þessi hver voru í raun og veru að fermingarkveri, við getum bara að kalla það. Og svo gerðist það eitthvað svona hægt og rólega að fólk leit þannig á að ef það var búið með hverið, að þá þurfti ekkert meira, þá var það bara útskrifað. Lúther var algjörlega á endurverði skoðun. Hann sagði, ég þarf að lesa katekismuna hverjum einasta degi, samt skilja hann ekki alveg. Vegna þess að þarna er raun og veru töluvert dýpi. Þetta eru einföld atriði, en þetta er kannski svolítið svipað eins og með Mozart. Það er sagt að það sé engin vandi að spila Mozart svona sæmilega, en svo það komið miklu lengra í tónlistarnáminu
þá Mozart orðinn einn svo erfiðasti, sko, þó hann hefði verið frekar einföldur til að byrja með. Og katekismin svolítið svoleiðis líka. Lúther átti mjög gott með það að setja fram frekar flókna hluti á mjög skýran og aðgengilegan hátt. Og katekismarnir báðir bera því mjög gott vitni. Ég held að ég sé búinn að fara svona yfir það flesta sem að mig langar að drepa á allir þessu erindi. Það kannski ágætt að enda bara því sem eins og hann endaði fræðin minni sjálfur. Við munum að hann var að tala reglur samfélagsins, að hver þekkti sína skyldu og rækti hana. Það væri raun og veru Guðs þjónusta hvers manns. Þurfti ekki allir að vera prestar í því, heldur. Að sjómaðurinn sem rækir sitt embætti af trúmennsku, hann í raun og veru hann að byggja upp með Guði. En Lúther segir sem sé, ef sérhver lærir sína grein, þá sækja húsið engin mein. Þetta er